Háskólar og háskólasamfélagið geta stuðlað upplýstri utanríkisstefnu og umræðum utanríkismál með bara áframhaldandi þróun þekkingasköpunar innan háskóla. Við þurfum að halda áfram á þessu sviði að efla rannsóknarstarf sem gríðarlega mikilvægt og bara þróun þekkingar. Þannig að háskólarnir munu leika stórt og mikið hlutverk hvað þetta varðar. Já, ég held að heimsfaraldurinn hafi sýnt hvað traust til sérfræðinga og til yfirvalda er mikilvægt. Því að ég held að það sé alveg ljóst að það einn af lykilþáttunum í því hvað hefur tekist vel til í því að takast á við faraldurinn hér á landi. Að fólk treystir yfirvöldum og sérfræðingum, landlækni, sóttvarnalækni. En annars staðar þá þetta traust ekki til staðar og þá gengur vel. En að sama skapi hefur faraldurinn sýnt hvað traust er vand með farið. Af því að þar sem að fólk upplifir að sérfræðingarnir eða yfirvöld séu að fara út fyrir sitt svið, sitt sérfræðissvið til dæmis, að þá hverfur traustið og það er fljótt að hverfa. Upplýsingaóreiða er eitthvað sem hefur náttúrulega verið mjög í deiglunni í talsverðan tíma og ekki síst núna vegna á tímum kórónuveiru faraldursins. Og við erum svo heppin hér á Íslandi að við erum mjög upplýst þjóð og við eigum flest öll mjög auðvelt með að afla okkur upplýsinga það sem er í gangi og fá réttar upplýsingar, ef við getum talað réttar upplýsingar, allavega fengið þær upplýsingar sem að vísindamenn segja okkur og við höfum haft svo góðan og beinan aðgang að okkar færasta fólki. Þannig að ég held að hættan sé í rauninni minni hér á Íslandi heldur en víðast annars staðar.